Heyrðu, við erum lent á Hellisandi á Solar Eclipse festivalinu og hann Jón Bjarni Steinsson hérna með mér og við erum bara að fá að heimsækja svæðið með hans hjálp. Hann ætlar bara að sýna okkur hvað í gangi þarna og leyfa okkur að heyra hvernig stemmingin Sólmyrkvi á Hellisandi og hátíðin í kringum það sem sagt til umfjöllunar núna og Jón Bjarni, heyrir í mér? Já, ég heyrir. Heyrðu, gaman að sjá þig. Hæ. Yes. Heyrðu. Ég er hérna núna fyrir framan fyrsta þessum tjaldsvæðisfólkið og tjaldsvæðisbarnum. Ok. Þetta sem sagt, þetta stóra tjaldið eða hvernig, þetta það sem að, nei. Þetta bara svona... Þetta er tjald sem að þjónustar stóran hluta þeirra sem á tjaldsvæðinu. Þetta er tjaldsvæðisbar og veitingastæður. Ok. Frábært að fá að sjá þetta og ég sé hérna, ef þú sýnir okkur aðeins hringinn, eru hérna tjöldin hérna niður við... Svo þú var að símið mér hringi svo mikið að þetta var slökk á því hérna. Já, þetta er tjaldið, hérna er sko matsölustaður. Það bara, geti ég snúið ykkur við bara, þægilega geti ég ég nota Zoom svo lengi og blokka þetta, sjá. Já. Sko, þetta er tjaldið, hér inni, og labbaði inn, hér inni fólk að fá aðfengt tjöldin sín og miðalinn sína, hérna fara sér að borða. Já. Og þetta var opnað fyrst. Hér eru fyrstu gestirnir að koma. Það var annað eins tjald hinum í hennar svæðinu fyrir húsbíla og hjólís og svona. Og svo hérna sjáðu hérna yfir hérna horfum við svæðið, en sko aðalsviðið, það sem að festulist, það hérna, sér það ekki hérna. Ok. Það er ekki opnað það. Já. Hérna er allt lífið núna. Hérna er fólk, hérna er að taka með fólki, hérna stoppa rúturnar. Við erum að koma frá BSI og Keflavík með gestina. Já. Og hér fær fólk miðana sína og hér er partíið á kvöldin núna. Það er partíið á kvöldin. Geturðu kannski aðeins sett okkur inn í hvað eru margir komnir og hérna hvernig dagskráin hjá okkur núna í dag og næstu daga? Sko, núna myndi ég giska á að þessi komnir svona með gestum og starfsfólki svona 2000 manns. 2000 manns. Og í lok dags í dag verða 3000 rúmlega. Það er flestir komnir í lok dags í dag. Já. Og slatti af einhverju svona þjóðþekktu og heimsfrægu fólki hjá þér? No comment, en hérna, ég var allavega bara í morgun, þurfti að fara í vettvangsferð með erlendir lífvaraþjónustum sem var að taka út svæðið til að tryggja sinn gest eða kuna. Já. Þannig að það verður alls konar fólk hérna og þú veist, fullt af fólki komið og hérna, þannig eru 200 listamenn sem koma fram. Þannig að allt í allt, sko, það verður 3500 manns hérna á svæðinu, eða 3750. Þar af eru kannski svona 500 sem eru listamenn, fyrirlesarar eða hérna, einhverjum sem kenna jóga eða hugleiðslu. Þannig að meira en svona 15% af þeim sem eru á hátíðinni að taka þátt í henni líka. Já, með einhverju innleggi og einhverju framlagi. Yes. En sem sagt, eru margir þá með alveg lífverði og her í kringu sig sem að mæta? No comment. Þetta náttúrulega ótrúlega spennandi tilhugsun, maður verður alveg látið þetta ýmislegt í hug. En fólk hérna að sækja þá í einhverja sérstaka upplifun hérna á svæðinu eða í hvað tilgangi fólk að koma? Og útlendingar, það 85% útlendingar sem eru að koma hérna. Já. Og þetta bara fólk og langflestir auðvitað eru að koma hérna til að vera á hátíðinni og sjá tónlistina, en megin tilgangur ferðarinnar að upplifa alltaf myrkvann og upplifa Snæfellsnes. Þetta fólk sem komið hérna til að vera í náttúrunni. Fólk byrjaði að koma hérna á laugardaginn og þetta fólk upp að vera í kajakferðum, skoðunarferðum, bara búið að skoða allt, fara allt nes, það alls konar ferðir í gangi, þyrlu og eitthvað. Og þetta fólk bara hérna til að upplifa og vera hérna í viku í 10 daga sem að upplifa þennan stað. Og þeir sem hafa komið á Hellisand í góðu veðri, það ekkert margir fallegir staðir í Íslandi, sko. Nei. Það sturlað að horfa á hana jökul allan dag.
Akkurat. Og bara orkan hérna og fólki, sko, þessi útlendingar sem komið til þeir eru bara, þeir eru bara strökk, sko, þeir eru bara, hvað í gangi? Já. Viltu sýna okkur jökulinn? Hérna, sést það núna? Hann er það einhvers staðar. Hann er hann einhvers staðar. Nei, það. Hann er, já. Þetta er rétt aðeins. Þetta er smá skýjahula þarna, já. En hann er hér. En hann er þarna. Kríurnar er líka hérna. Og kríurnar, já. Eru þær að láta ykkur í friði? Eða? Það er hérna, sjáðu hérna, þær eru hérna bara yfir sjást hann svo litlar, sko, en hérna er það sveimaðar yfir og við þurfum þetta útskýra það fyrir þessu fólki hversu stórkostlegt dýr krían er. Já, hún er að passa ungarna sína. En þær eru byrjar að fara, sko, það voru miklu fleiri hérna bara í síðustu viku. Já. Þær eru byrjar að fara í burtu. En segðu mér nú aðeins frá þessari hátíð og þessari hugmynd sem þið eruð að vinna með þarna. Þið eruð að leggja upp úr því að fólk fá að upplifa þennan sólmyrkva og hvernig skapið þetta andrúmsloft í kringum það? Þegar myrkvinn skellur á morgun, við opnum aðalsviðið, hátíðarsvæðið sjálft, það sem búið opna núna er bara tjaldsvæðin. 2 morgun þá opnar hátíðarsvæðið þetta niður frá og klukkan bara áður en myrkvinn byrjar, myrkvinn byrjar því að tunglið byrjar að fara fyrir sólina, þá verður Högni Egils að spila upp á sviði, svo bara þegar myrkvinn byrjar þá hættir hann og fólk bara nýtur myrkvans, það er bara bannað. Við munum bara senda tilkynningu, þú hlustar á tónlist bara í eyrunum að þér, þú setur ekki drón í loftið, fólk nýtur þess bara eins og vill njóta þess. Svo þegar myrkurinn er búinn, þá tekur áskriftarfresti við. Og svo þegar það er búið, þá bara er hátíðin formlega hafin og verður stendur yfir fram til 5 á sunnudagsmorgun. Vá, þannig að þið viljið skapa svona frið í kringum sólmyrkvan, að fólk fá að upplifa það svona í tengslu við náttúruna. Og þetta... Já, það er bara, það er sko, ég veit að, sko, það er við legið við handalögmálum, þegar fólk setur dróna á loft þegar það sem fólk er að njóta sólmyrkva, sko. Já. Þetta er bara moment sem fólk bara fara að nóta sín í friði. Við munum alveg reyna allt við getum það. Alltaf rótin ekki allstar eins og við vitum. En við munum best alltaf gera það frjálst. Það er bara þögn núna. Það er bara þögn. Hafið þið eitthvað undirbúið ykkur fyrir það? Ég heyri að stundum verður fólk svona hrætt eða það verður fyrir alls konar áhrifum og stór hópur af fólki. Eru þið undir það búin að einhverjir missi tökin? Við erum með, það verður sjúkrabíll á svæðinu, við erum með okkar eigin sjúkratjald á svæðinu. Það eru hjúkrunarfræðingar og vanir sjúkraflutningamenn sem að sinna fólki. Og svo verður staðsettur í okkar öryggisstjórnunarstöð, þar verður ég og öryggisstjórn okkar og lögreglan og sjúkrabílarnir. Með bara beinað aðganginn á svæðið og talstöðar öllum. Við erum alveg með öryggismálin, það er það sem skiptir okkur mestu máli hérna, er öryggis, sko. Þá er ekkert að koma neitt fyrir neitt hér. Þannig að þetta er allt þaulskipulagt. Þetta er allt þaulskipulagt og búið að vera undirbúningur í mjög langa tíma, er það ekki? Í mars í fyrra. Ég held að öryggisáætlunin standi í dag í 82 plásum. Já, ok. Og hvað er þetta stór hópur sem stendur á bakvið þetta? Sko, þeir sem standa á bakvið þetta er náttúrulega bara erlendir aðilar, bandaríkjamenn, sem er fyrirtæki sem er Mitch Morales, sem er nú verið á RÚV einhvern tímann. Já. Hann á fyrirtæki sem heitir MXP og þau bara höfðu samband við okkur, mig og konuna mína, sem við vorum að vinna á Solstice í mörg ár og tókum það yfir 2019 og höfum ekki haldið hann síðan. Secret Solstice, tónlistarhátíðina stóru, já. Já, þannig að basically teimið sem jarðýturnar sem settu upp Solstice eru bara að vinna undir okkur. Við sjáum framleiðsluna, komum sér upp, framkvæmum þetta og taka þetta niður aftur. Og Amerikarnir sjá markaðssetningu með sölu og allt, og finna auglýsta fyrir sínum kúnnum. Því að sko, margir af þessum kúnnum eru fólk sem búið að elta svona myrkva áður og þessir ameríska aðalar, þeir hafa haldið svona viðbyggð áður. Voru í Texas í fyrra, Oregon 2017 og verður ekki eftir enda næsta ári. Þannig þeir eru bara fengu okkur til þess að framleiða þetta fyrir sig hér. Þannig að þetta er gert fyrir, hugmyndin er að þetta sé fyrir þennan hóp sem er að elta svona sólmyrkva út allan heim. Já,
Sko fyrst þegar þetta kom til okkar borð, þá voru þeir ætlaðir að gera þetta í Reykjavík, voru spáðir að gera þetta í Hörpunni, leiða Hörpunni eitthvað og við vorum spurð hvort ég gæti hjálpað þeim og mitt fyrsta svar var bara, ég nenni ekki að halda tónlistarhátíð í Hörpunni, en það ætla ekki að vera út í það. En ég spurði af hverju það ekki út á land, þá var stjörnusagar, það var með stjörnusagar í haustum ykkur staðar. Og ég myndi byrja, sést þið ekki best á Vesturlandi? Og ég sagði, erum við að spá í Snæfellsnesi? Og svo bara, gerist ekkert meira, svo bara fengum við símtal frá Mitch, bara hafa rúmlega tala við Gitta bæjarstjóra og spurði okkur hvort við getum kíkt upp á Hellisand og séð hvort það væri hægt að halda alþjóðlega tónlistarhátíð þar og við fórum upp til og heldum bara að fá ekki potið borga fyrir þetta skilur og svo bara sáu við fótboltavöllin á Hellisandi og þetta svæði í kring og bara holy shit já, við erum til í þetta en þetta búið að vera ég er ekki ígjá, ég er búin að tala við tæknumennir sviðin frá hljóðarskæðin sem við konum að setja upp sviðin og svona það sem það er búið að búa til þetta og ef verður framkvæmt næstu daga þetta verður aldrei gert á Íslandi og verður aldrei gert aftur þetta er flottasti viðburður sem er nokkuð tíman við skipulagður og á fallegasta stað á jarðríki eða hvað? Þetta það er til stjörnusagar nema hann er svona alheims stjörnusagar hann er bara stjörnusagar bara fyrir heiminn hann er bara komið nokkuð sinnum og hann er bara að sjá einhverja 19 almyrkva ég hitt hann í þjóðgarðsskálanum hann sagði bara, ég var að spá að fara til Spánar svo bara keyrði ég hann sagði bara, þetta er bara eitt fallegasti stað sem ég séð ef það er einhver séns að ég geti séð sólmyrkva þá er þetta bara, þá getur bara hægt þá bara ég búin að ná mínum móti Vá, þannig að fyrir marga er þetta merkilegasta bara upplifun ævinnar hugsanlega sem að fólk er að fá að upplifa á morgun Ég er bara að hitta svo margt fólk sem bara sjá þetta áður það bara lýsir eins og einhverju það fer ég bara sé fólk bara tárast þegar lýsir því þegar það sá þetta síðast Vá Þannig að ég held að Íslendingar séu típist er ekki ennþá alveg búin að fatta þetta Já, annars finnst mér þetta rosa skemmtilegt og finnst mjög gaman að sjá þig þarna Jón Bjarni í þessum aðstæðum og ertu til í að labba aðeins og leyfa okkur að sjá bara ef þú bara í róliheitum beinir myndavélinni þarna eru tjöldin sjáum við og hvað eru mörg tjöld þarna hjá þér? Það eru 750 svona hvíttjöld og þau eru bara út allt tjöld og eru sem sagt allir þáttakendur með eitt tjald allir sem borgar sín og hátíðan að fá eitt tjald Sumir komið sinni eigin tjöld en flestir keyptu tilbúin tjöld fyrir aftan mig ég sjá það eru fólk sem er búið að keyra sína eigin húsbíla en ég er svæðið er ofboðslega stórt það er nógu mikið undirlendi það er alveg 100 og eitthvað 1000 fermetrar þannig að það er nóg pláss fyrir alla það er miklu meira nóg pláss fyrir alla Þannig að það eina sem er hérna einu staðan það sem er fólk Því að hérna er tjaldsvæðið opið það er annar eins það er annar eins svona tjald akkurat í hinum endanum á tjaldsvæðinu sem er það sem er líka fólk sem gera sama svo er bara hátíðasvæðið hérna mitt á milli Ég sá að þið voru nefnilega með risatjald það sem að meira og minna allir ætti að geta komist fyrir bara í einu er það ekki rétt hjá mér? Og rólatjald, stærsta tjald sem við sjökkum bústum Hvað er það margir fermetrar? Það er 1000 fermetrar heldur. 1000 fermetrar tjald. En segðu mér nú hvernig hefur það gengið, þú nefndi Gitta bæjarstjóra og þetta fólki á svæðinu sem hefur verið að vinna í þessu með ykkur. Hefur það allt saman gengið vel og er Hellissandur að fá nýja stöðu bara á heimskortinu eftir þetta? Ég held ég þekki helminginn af kvenfélaginu hérna. og starfsfólki hérna og þetta er bara frábært, bara fólki að Hellissandi búið að vera yndislegt og þeim finnst það gett skemmtilegt og fólkinu okkar, útlendingum finnst gett að hitta þau og þetta er búið að vera bara frábært og þau eru alltaf spennt, ég held að séu allavega 200 íbúar Hellissands sem eru komið með á hátíðina og ætla að koma að njóta Ég á eina spurningu eftir hvernig leggst í þig þú veist, veðurspáin má ræða það lítur þetta ætlið þið að vera jákvæð þótt að rigni
Við erum komið veðvélina frá Bretlandi. Já. Við erum búin að fá veðvélina sem að Jakob Frímann var með á Kalljó. Já. En sko, það veðurspáin allt í lagi núna, en það þannig og það heimamenn búin að segja mér að það eitthvað veðurfyrirbæri sem mann ekki okkur hvað heitir núna, en það eitthvað sem að nálægð Snæfellsjökuls við sjóinn gerir það verkum að það oft þungskýjað alls staðar á Snæfellsnesi nema bara rétt í kringu jökulinn. Þannig við ætlum bara að trúa því og ég búin að fá skilaboð frá dagróðrarsjómönnum á Rifi sem segir mér það að trúa ekkert á veðurspána, það verði fínt veður hérna á miðvikudaginn á morgun og ég ætla bara að trúa því. Já. Herðu, við krossum fingur fyrir ykkur og því að það verði bjart yfir sem víðast á Íslandi og sérstaklega hjá ykkur hérna á hátíðinni. Við ætlum bara að þakka þér fyrir og bara gaman að fá að sjá stemminguna og þú allar að senda okkur myndband. Ég ætla að senda ykkur vídeo af aðalstöðinu eftir. Já, frábært. Heyrðu, þakka þér. Já, bless. Heyrðu, við látum þetta bara duga frá Hellissandi og Solar Eclipse hátíðinni sem haldin þar núna í kringum 12. ágúst. Þannig að já, takk fyrir þetta. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is.